Ég heiti Gunnar Aron og ég heiti Máni og við ætlum að kynna niðurstöðuna okkar úr útborguninni 4 þar sem við förum í gegnum Power BI og Python gagnanám. Við ætlum að fyrst að líta yfir hvað við gerðum í þessu verkefni. Markmiðin voru að setja fram Power BI skýrslu út frá gögnum og tölum sem við fengum úr verkefni 3. Við notum Python við gagnavinnslu og gagnanám í tengslum við það. Við vorum að greina þá meðal annars gæði gagnanna og vildum setja það fram á sem skýrast máta svo að notandinn myndi skilja það. Og já, lok var skýrslan þá tilbúin með Python skriftur til hliðsjónar. Við settum þetta upp bara eins og sem skiljanlegt að máta. Við með flipa sem sýnir helstu tölur, samantekt lykiltölur, sala og framlegð, sem sýnir líka bara stöðun og lager og fleira. Mæligildin voru með helstu tölur þar. Við vorum með meðaltalsfjölda sölu og sko framlegð og alls konar fleiri og við setjum það fram á skýrsta máta þannig að það verður svo línuritt, sóluritt, það fer bara eftir hvað gögn voru að vinna með hverju einu. Nýtingarþróttar. Ég þarf gagnagæði. Við fundum nokkra villur í gögnum. Meðal annars að það vantar til þessu vöruna með product 28. Þannig að sem að gerast var að það var að sækja gögnin og gerist ekki neitt. Fengið það bara 0 fyrir það. Svo tóku eftir það voru 2 vörur með bæði price og cost sem voru með 0. Þannig að þá gerst það að við sem keyptu vöruna og sem annarkvort keyptu það fyrir ekkert þannig að það var engin hagnaður eða þá að það var engin kostnaður á vörunni þannig að það var yfir pure profit. Og svo lentum við í einu vissunni með röðun á ársfjórðungnum þar sem það vildi fyrst fara í einhvern fyrsta fjórðung á 2021, svo fór það í fjórða fjórðung á 2002 og svo bara eitthvað í rugli, þannig að það í skýrslunum okkar. Þannig að við þurfum aðeins að læra það og yes. Svo já, við notum Python með gagnnámið og notum í Pandas, Profit og Matplotlib og það sáum við sölutölur eftir dagsetningu og gerum svona söluspá fyrir næstu 30 daga. Og þá getum við filtrað líka bara að fara á vöru eða erum bara að hafa bara allar vörur saman. Og þá sér maður einhvern doppur, línu og svona öryggisvæði. Svo já, það Market Forecast Analysis og þá notum við MLX Tent og a priori reikniritið og þetta byggjum á kvittunni og vöru á ID-inu. Við lentum í nokkrum áhverjupóstum þar sem við vorum að vinna með ófullkomnum gögnum. Þannig að það var ekkert eins ideal og hægt er. Svo áttum við að flytja gögn yfir þar sem það var annað tölvan mín eða bara allt sjálft. Þannig að við náðum bara að færa yfir það með 100.000 gögn yfir frá sales töflunni. Þannig að vorum við bara með í raun frá 1. janúar til september 2020. Það vantar nokkur áhrifur. Það var eitthvað að og svo vorum við með matthúsina. Þannig að þeir gátu ekki gert neitt í þessu, það var alltaf smá pirrandi. En við lærðum fullt af þessu, meðal annars á hvernig Power BI virkar og DAX og við vorum alltaf að læra eitthvað machine learning með Python, þannig að það var alveg mjög skemmtilegt. Og lykilatriðið voru þetta verkefnaskiptingin okkar. Niðurstöðurnar voru að nýta sér Power BI fyrir gagnaskýringar og það hjálpar okkur með að fá innsýn með gagnunum og þetta var mjög gagnleg æfing fyrir okkur. Þannig að það var bara næst að kíkja aðeins á Power BI. Yes. Kíkjum aðeins yfir. Við byrjum náttúrulega á að hafa homepage þar sem við erum með punkta og ef þú ýtir á þá getur þú farið yfir að næstu flash. Síðan þeir eru beint yfir. Þetta getur verið mjög gagnlegt bara fyrir skiljanleika og flýtileika fyrir notandann.
fyrstu myndinni, þá erum við með summary yfir bara alls kyns tölfræði. Sýnum hvað vörur við erum að selja mest, filterum eftir nafni og sjáum við til dæmis að Lego Bricks, það selst langmest af því. Og svo unit sold, það Color Buds. Og svo sjáum við Arts and Crafts sem niður í hægri. Það selst langmest af þeim flokki af vöru. Svo erum við með hérna inventory og months on hand. Það hversu lengi ákveðin vara og playset lengst hjá ákveðin vara. Þetta lengtan tíma að selja það. Þetta svo með sales and profit, þetta allt mjög standardblaðsir. Þetta allt sem að stóð í skýrslunni ætti að vera. Bara mjög áhugavert, það gaman að leika sér með þetta. Það hafa fullt af mismunandi. Við notumst hérna fullt af mismunandi SQL og dagsmeasureskriftum sem við séð að setja í ákveðin measure-kafla. Þannig að það eru allar hér. Þessu cumulative quantity, það er hér. Og is missing calendar, það er það. Þetta gerum við bara til að hafa einfaldleika að það er alltaf á sama stað í staðinn fyrir að sé þetta út allt. Svo erum við með hérna tvö time-based sales trends. Það bæði byggt á dag og mánuði og svo ári og ársfjórðungi. Eins og sést hérna, ársfjórðungur selst mest í 1 og 2 og svo fer það niður í 3 og 4. Og ár 1, þegar 2001 selst miklu meira en ár 2002. Svo erum við með hér data quality, hérna, zero price og zero cost products. Það vörur sem eru af einhverjum ástæðum einungis með 0 eða við erum að selja eftir 0 eða kostuðu 0. Svo erum við með hérna forecasting, þannig data mining hjá okkur. Og það er hægt að sjá bæði út frá ákveðin vörur eða öllum vörunum. Og þá bláa línan í miðjunni, hún sýnir hvernig verðið venjulega. Og ljósbláa línan 95 öryggisbilið. Og já, svo erum við með bónusinn. Og það growth analysis. Hversu mikið quantity á einu ári með hitt, það parallel period. Og já, bara frekar standard. Og gaman að leika sér í þessu. Gaman að finna sér aðeins til út þessu. Og já, takk fyrir okkur.